nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Almáttugri og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurmæling, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú á þig og von á þig og treysta nálægð þínu og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Heilagt orð. Í Tóbíts bók stendur skrifað: Minnstu drottins alla ævidaga þína, barnið mitt. Varast að synga og breyta gegn boðum drottins. Iðkaðu réttlæti alla ævi þína og gakktu eigi á vegi ranglætis. Þeim farnast vel í öllum verkum sínum sem eru heiðarlegir. Öllum sem iðka réttlæti skalt þú gefa ölmusar af eigum þínum og ekki horfa á eftir þeim með eftirsjá. Snú þú aldrei baki við fátækum, svo að Guð snúi ekki baki við þér. Gef þeim eins og efni þín leyfa, barnið mitt. Ef þú átt mikið, þá skalt þú nota það til þess að hjálpa öðrum. Eigir þú lítið, skalt þú samt miðla öðrum af því. Vertu ekki hræddur, barnið mitt, við að gefa ölmusu. Með því safnar þú þér fjársjóði til þrengingar tíma. Góð verk frelsa frá dauða og varna því að lenda í myrkri. Amen. Og heyrum einnig þessi orð Jóhannesar postula þegar hann skrifar: Þið elskuð, elskum hvert annað, því að kærleikurinn er frá Guði kominn, og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar,
að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann skyldi veita okkur nýtt líf. Þetta er kærleikurinn. Ekki við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til þess að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þannig hljóðar hið heilaga orð og sæl eru þau heyra og geyma í hjarta sínu. Rís á fætur og hlýða á heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús sagði við lærisveina sína: Því segi yður, verið ekki áhyggjufullir líf yðar, hvað þér eigið að éta, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Lífið er meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Hyggið að hröfnunum, hvorki sá þeir né uppskera, eigi hafa þeir forðabúr eða hlöðu, en Guð fæðir þá. Hve miklun mun eru þér fremri fuglunum, og hver yðar getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn. Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu, hví látið þér allt hitt valda yður áhyggjum. Hyggið að liljónum, hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusum, fáið yður pyngjur, slitna ekki. Fjársjóð á himnum þrýtur ekki, þar sem þjófur fær eigi nánd komist, né mölur spillt. Því hvar sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag verður til moldar borinn hér á Ísafirði Jóhannes Guðni Jónsson. Þegar við kveðjum hann og rifjum upp gengna daga, þá skulum við hugleiða þessi orð Jesú. Fáið yður pingjur slitna ekki, fjársjóð á himnum þrýtur ekki. Það svolítið merkilegt hvað margt fólk upptekið af veraldlegum auði, munaði og fallegum hlutum. Samt hamingjan alls ekki fólgin í þessum stundlegu hlutum, heldur miklu fremur því að eiga sér góða fjölskyldu, eiga góða vini og vera sjálfur traustur vinur. Vinur sem himneskur fjársjóður. Kærleikur, fjölskyldu og vina eyðist ekki, slitnar ekki, heldur varir hann lífið á enda. Og það það sem skiptir máli. Jóhannes Guðni Jónsson var af fátæku fólki kominn, kotbændum, sem ekki áttu mikið af þessa heims auði. En samt var hann ríkur, af því að hann átti góða að, foreldra sem unnu honum, systkini sem hjálpuðu honum. Og svo átti hann sjálfur innra með sér, þann fjársjóð sem aldrei fölnar eða eyðist. En það kærleikurinn. Það það að geta látið sér þykja vænt aðra, vera tilbúin að rétta öðrum hjálparhönd. Á lífsins göngu skiptir það öllu máli. Að vera heiðarleg og dugleg manneskja, vera traustur og hjartahlýr. Og þannig var Jóhannes. Og þess vegna var hann líka elskaður af fjölskyldu sinni, barnabörnum og vinum. Jóhannes Guðni Jónsson hét hann fullu nafni, þótt hann skrifaði sig ofta sem Jóhannes G. Jónsson. Hann var fæddur að Gloppu í Öxnadal þann 16. nóvember árið 1928, litlu kotbýli sem stendur ofarlega í heiðinni þegar ekið til Akureyrar. Foreldrar hans voru þau Jón Ólafur Ólafsson, oftast kenndur við Mýrarlón í Kræklingahlíð í Eyjafirði, og Jónasína Sigríður Helgadóttir frá Syðri-Tjörnum í Öngulsstaðahreppi. Var Jóhannes Guðni langyngsta barn þeirra hjóna af alls 14 börnum og af þeim komust 9 á legg. Þá átti Jóhannes 7 hálfsystkini, samfeðra, og af þeim hópi komust 4 á fullorðinsár. Þessi afföll af systkinunum sýnir gjörla hversu lífsbaráttan var hörð fyrr á tímum, þegar fólk bjó við þröngan kost og heilbrigðisþjónusta var fátæklegri en nú En Jóhannes fékk gott uppeldi. Hann ólst upp við það að signa sig áður en hann klæddi sig í nærskyrtuna og þeim sið hélt hann alla tíð. Honum voru kenndar bænir og innrætt hjálpsemi og heiðarleiki. Og þetta var gott vegarnesti út í lífið. Jóhannes ólst upp við Eyjafjörð og í Skagafirði. Hann var í farskóla í Eyjafirði og barnaskóla í Skagafirði og þar dvaldi hann mikið hjá systkinum sínum. Jóhannes vildi mennta sig og hann vann sér inn aur og lagði hann fyrir og þannig greiddi hann sjálfur fyrir nám sitt í héraðsskólanum í Reykholti í Borgarfirði, en þar var hann í 2 vetur. Jóhannes vann við höfninni Reykjavík, en auk þess fór hann á síld, en það var uppgripavinna fyrir ungt fólk á þeim tíma. Í Reykjavík átti hann stutt ástarævintýri með Huldu Gígju Geirsdóttur og átti með henni soninn Guðna Geir Jóhannesson, sem lengi átti heima hér á Ísafirði. En svo urðu straumhvörf í lífi Jóhannesar. Þannig var að elsti albróðir hans, Agnar Ásbjörn,
rak hér kúabú á Ísafirði, Seljalandsbúið sem svo var nefnt, og Jóhannes kom hingað vestur til að vinna hjá bróður sínum. Fljótlega fór hann svo að vinna í skemmunni hjá kaupfélaginu og eins ók hann vörubílnum. Á skrifstofu kaupfélagsins vann ung stúlka úr Arnardal, Guðríður Jóhanna Matthíasdóttir, dóttir þeirra Halldóru Friðgerðar Katarínusdóttur og Matthíasar Bergs Guðmundssonar. Það leynir sér oft ekki þegar ungt fólk lítur hvort annað hýru auga. Jóhannes ók á bíl út í Arnardal að heimsækja Guðríði og þá festist bíllinn á heimreiðinni heim að Fremrihúsum. Tilvonandi tengdamóðir Jóhannesar horfði á og sagði svo: þessi bíll á eftir að vera lengi fastur hér. Já, ástin bindur saman fólk og sá þráður slitnar ekki. Þau Jóhannes og Guðríður gengu í heilagt hjónaband þann 4. apríl árið 1953. Þau eignuðust 3 börn, elst Halldóra Matthildur, svo koma bræðurnir, Jón Sigurður og Þorbjörn Halldór. Þá ólu þau Jóhannes upp að hluta til systursson Guðríðar, Jóhannes Berg. Fjölskyldan átti lengst af heima í reisulegu húsi hér við Túngötuna, rautt og glæsilegt hús. Og eitt af því sem maður tók alltaf eftir með þetta hús var hversu vel var mokað frá húsinu, tröppurnar hreinar og planið. Jóhannes var afskaplega duglegur maður og samviskusamur og það sást í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Og hann mokaði snjóinn af tröppunum áður en hann fór í vinnuna þegar voru svona dagar eins og hafa verið undanfarið, og svo mokaði hann í hádeginu og hann mokaði líka eftir vinnu. Jóhannes var snyrtimenni og þetta sást líka á bílunum sem hann átti. Þeir voru alltaf stífbónaðir með mjallarbóni og glansandi fínir. Á þessum árum ók Jóhannes leigubíl kvöld og helgar. En í þá daga eignaðist fólk húsnæði með því að vinna aukavinnu. Á daginn starfaði Jóhannes sem skrifstofustjóri hjá Íshúsfélaginu. Svo tóku hann og Guðríður að sér að reka Esso-sjoppuna á Torfnesi, eða verslunina Esso-nesti eins og hún hét víst. Þar voru einnig til húsa leigubíla og vörubílastöðvar Ísafjarðar. Árið 1974 var Jóhannes ráðinn í stöðu framkvæmdastjóra Íshúsfélagsins, en því starfi gegndi hann í rúm 20 ár, eða þar til hann hætti störfum við 67 ára aldur. Þau Jóhannes og Guðríður áttu því lána að fagna að sjá börnin sín vaxa úr grasi, þroskast og hasla sér völl í lífinu. Ég ætla að segja aðeins frá stórfjölskyldunni. Guðni Geir var giftur Katrínu Pétursdóttur og átti með henni dótturina Sólveigu Sigríði. Fyrir átti Katrín dótturina Helgu Herúlfsen. Sólveig Sigríður gift Gunnari Oddssyni og þau eiga 1 son. Fyrir átti Sólveig 2 börn með Viktori Pálssyni. Seinni kona Guðna Geirs og eftirlifandi ekkja Margrét Jónsdóttir. Þau Margrét og Guðni eiga 2 syni, Jón Helga og Jóhannes Geir. Kona Jóns Helga Ólöf D. Matthíasdóttir og samtals eiga þau 4 börn. Jóhannes Geir í sambúð með Unni Jónsdóttur og þau eiga samtals 4 börn. Margrét Jónsdóttir átti að fyrra sambandi 3 börn, þau Ásthildi, Ólaf og Marías Halldór. Næst í röðinni hún Halldóra Matthildur. Hún gift Herði Steingrímssyni og þau eiga 4 börn. Elst Guðný Hanna, hún gift Albert Heiðarssyni og eiga þau 2 dætur. Svo kemur Dagný, hún í sambúð með Erik Rólandsen. Dagný á eina dóttur með Óttari Hreinssyni. Svo kemur Sæþór Ingi,
Hann á 2 börn með fyrrverandi sambýliskonu sinni, Mörtu Slokowsku. Yngstur er Sindri Þór. Hann á eina dóttur með fyrrverandi eiginkonu, Alice Kimani, og aðra dóttur með fyrrverandi sambýliskonu, Grace Atsieng. Næstur í röð þeirra barna Jóhannesar og Guðríðar er Jón Sigurður. Hann er kvæntur Kristínu Sillu Þórðardóttur og þau eiga 2 börn, Örnu Sif og Jóhannes Guðna. Arna Sif á 3 syni með fyrrverandi eiginmanni sínum, Bjarna Steinari Kárasyni. Fyrir átti Bjarni son sem Arna Sif ættleiddi. Jóhannes Guðni er giftur Berglindi Ósk Kristjánsdóttur og eiga þau 3 dætur. Yngstur barna Jóhannesar og Guðríðar er Þorbjörn Halldór. Hann er kvæntur Pálínu Jóhönnu Jensdóttur og þau eiga 3 börn, Hermann Þór, Hilmar Örn og Guðríði Matt. Hermann Þór er giftur Karítas Baldursdóttur. Hilmar Örn er giftur Patricio Sandmann og þau eiga 2 börn. Fyrir á Hilmar 2 dætur með fyrrverandi sambýliskonu sinni, Helgu Rebekku Stígsdóttur. Guðríður Matt er í sambúð með Steinari D. Emilssyni og eiga þau eina dóttur. Fyrir á Guðríður 2 syni og Steinar 3 börn. Þá ólst Jóhannes Berg upp á heimili Jóhannesar og Guðríðar. Hann á eina dóttur með fyrrverandi sambýliskonu sinni, Steinunni Snorradóttur. Þetta er stór fjölskylda. Þetta er mikið ríkidæmi. Jóhannes eða Jói, eins og sumir vinir hans kölluðu hann, var mikill mannvinur. Hann var húmoristi og hann gat stundum strítt og hafði gaman af ýmsu spjalli. Hann var einn þeirra sem talaði við alla og gerði sér ekki mannamun. Ef þú ætlar að hitta hann á skrifstofunni hjá Ísúsfélaginu, þá gat hann allt eins verið niðri á 1. hæð að tala við vin sinn, Hrein Jónsson eða aðra starfsmenn, og mörgum rétti Jói hjálparhönd. Ég kann eina sögu af greiðvikni hans. Þannig var að Jói var að veiða inn í Langadalsá. Sér hann þá ekki mann með bakpoka ganga fram dalinn og upp á Þorskafjarðarheiði. Nokkru síðar fór að hvessa og rigna. Þá pakkaði Jói saman veiðistöngin og sagði svo hugsandi: við ættum að athuga með manninn með bakpokann. Svo ók hann upp á Þorskafjarðarheiði og fann þar manninn gegnblautan og kaldan gangandi í storminum, og Jói ók honum í Bjarkalund áður en hann ók svo tilbaka. Og þetta er náungakærleikur í verki, að hugsa og líta til með öðrum. Bræður Jóa voru miklir og þekktir hestamenn, en hann sjálfur var ekki með hesta. Tældi það ekki vænlegt hér milli þröngra fjallanna, en Jóhannes var frændrækinn og hann hélt góðu sambandi við ættingja sín og vini, og það birtist til dæmis í því þegar hann ók suður. Þá sagði Jói stundum að hann hefði ekki suður til Reykjavíkur en komi við á Akureyri í leiðinni. Já, leiðin er aldrei löng þegar maður heimsækir góða vini. Jóhannes tók þátt í ýmsum félagsmálum hér í bænum. Hann sat í bæjarstjórn fyrir Framsóknarflokkinn og var í Rótarýklúbbnum og lagði íþróttamálum gott lið svo fátt eitt sé talið. Sem framkvæmdastjóri þá var Jóhannes kyrrsetumaður og hann reykti, en laust eftir 50 fékk hann smá áfall og þá breytti okkar maður alveg lífstíl. Hann hætti að reykja, hann fór að ganga upp á fjöll og hjóla til Bolungavíkur og inn til Súðavíkur, og svo tók hann miklu ástfóstri við gönguskíði og náði góðum tökum á þeirri íþrótt. Enda gönguskíði með hollari íþróttum, því þar er reynt á marga vöðva líkamanns og hreyfing stunduð utandyra í faðmi vestfirskra fjalla. Einu sinni var Jói að gera við gluggann í húsinu sínu. Vinur hans, Arnór Stígsson smiður, var með honum í verkinu.
Arnór stóð efst í stiganum og gerði við efri glugga. Jói stóð neðar í stiganum og var að dytta af glugga á annarri hæðinni. Og glöggir menn reiknuðu það út að þarna hefðu staðið í stiganum samtals 162 ár. Ég hef veitt því athygli að hér fyrir vestan nær fólk háum aldri og við góða heilsu og það blessun í lífinu. En það fylgir háum aldri að þá þarf maður oft að sjá á eftir ástvinum og samferðafólki. Jóhannes missti ástkæra eiginkonu sína, Guðríði Jóhönnu Matthíasdóttur, síðsumars 2006 eftir erfið veikindi. Það voru viðbrigði að fara að búa einn. En Jóhannes naut þess að eiga góða eiga stóra fjölskyldu og mörg barnabörn. Þá missti hann son sinn Guðna Geir fyrir ári síðan. Blessuð sé minning hans. Seinna flutti Jóhannes svo á Hlíf í þjónustum íbúð eldri borgara. Þar eignaðist Jóhannes vinkonu, Soffíu Skarphéðinsdóttur og saman nutu þau lífsins, sóttu kirkju og aðra viðburði. Þegar heilsa Jóhannesar fór að bila, þá fór hann á hjúkrunarheimilið Eyri, þar sem hann dvaldi við gott atlæti. Einhvern tíma var annar íbúi á Eyri að kvarta yfir því að starfsstúlkurnar vildi ekki lofa honum að fara niður í bæ. Ég kann ráð, sagði Jói. Svo tók hann tvöfalda skúringafötu, fór með hann út á sólpallinn og setti hana öfuga niður. Stígur upp á hana og klifrar yfir hliðið. Já, hann dó ekki ráðalaus. En það svolítið skrítið með ellina. Menn geta orðið svo utan við sig. Þeir hætta að muna hversdagslega hluti og jafnvel muna ekki hvar þeir eru. En svo þegar gamall kunningi birtist, þá þekkja þeir hann og muna ýmislegt gömlu góðu dagana. Það eins og gamlir menn týni stundum hugsununum. Jóhannes Guðni Jónsson náði háum aldri. Hann vantaði eina viku upp á að verða 96 ára gamall. Jóhannes Guðni fékk hægt og friðsamt andlát þann 10. nóvember síðastliðinn. Blessuð sé minning góðs manns. Ekki gátu allir verið hér í dag, ýmsir kveðja úr fjarlægð. Barnabarnið Hilmar Örn sem býr á Eskifirði kveður afa sinn með söknuði og sorg í hjarta. Ég flyt innilega samúðaróskir frá börnum og fjölskyldum Sigríðar, systur Jóhannesar. Jens Matthíasson og fjölskylda biðja fyrir hugheilar samúðarkveðjur til fjölskyldu og vina. Það eru hjartans saknaðarkveðjur frá Noregi, frá Guðnýju Hönnu, Alberti, Maríu Kristínu og Halldóru Margréti. Það lesa hér kveðjur frá Akureyri, innilega samúðarkveðjur og þakkir til allra í fjölskyldunni. Við þökkum trygga vináttu og frændsemi til margra ára, yndislegar minningar frábæran og glettinn frænda og vin. Og kveðjan frá Guðmundi, Jóni, Björgvini, Herði og fjölskyldum þeirra á Akureyri. Þá samúðarkveðja frá Þóru dýralækni og fjölskyldu. Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og þau bjóða til erfidrykkju í sal Oddfellow að athöfn lokinni. Kista Jóhannesar Guðna Jónssonar verður í lok athafnar flutt inn á Réttarholt. Þar fær hann sitt hinsta leg við hlið eiginkonu sinnar. Þegar við á eftir stöndum á grafarbakkanum, þá ættum við að hugsa til orða Jesú. Fáið yður pingjur slitna ekki, fjársjóð og himnum þrýtur ekki. Hið veraldlega líf stundlegt, við fæðumst, við deyjumst. Veröldin breytist, umhverfi okkar tekur stakkaskiptum og allir hlutir ganga úr sér á lokum. En sumt breytist þó ekki. Og eitt af því minningarnar. Minningar lifa áfram í hugskoti ástvina.
Hugsunin, hið ósýnilega, minningin er eilíf. Og svo er það fjársjóðurinn á himnum, arfleifð okkar sem Guðs barna. Eilífa lífi hjá Guði er okkar himneski fjársjóður. Því ef við munum það sem er okkur kært, þá man Guð enn betur eftir okkur. Hann man okkur og gleymir okkur aldrei, því hann elskar okkur og þekkir okkur hvert með nafni. Og eftir dauðan, þá lifum við áfram hjá Guði. Og í þeirri von er hvatt hér í dag og sagt, dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda.
himnaríki, miskunnar þú oss. Guðs sonur og lausnari heimsins, miskunnar þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunnar þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar lýðtíðum Ísrael. Við skulum biðja. Við þökkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við og skín frá drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans draumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Jóhannes Guðna Jónsson frá þrautum og veitt honum hvíld. Ver þú náðugur þeim sem líf hans var tengt ástúðarböndum. Helga og blessa minningar þeirra allra og varveit þau á vegum þínum. Í Jesú nafni segjum við öll saman af hjarta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfært oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur. Jóhannes Guðni Jónsson, af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprisa. Drottinn minn gefur dánum ró, en hinum líf er lifa. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þér náðir. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Guði séu þakkir sem gefur og sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen.